Palli, við ætlum að fara Fjallabaksleiðina eins og við gerðum endum tímabili í fyrra. Já, þetta veist fylgja okkur svolítið að við langar mikið til þess að tryggja okkur fyrir síðustu umferðin en það er nú annað sem kom á daginn. Við töpum hérna fyrir Spræku Blikalið og þeir náðu að leysa þetta sem að við buðum upp á í dag og náðu að vinna 2-1 sem að kannski er ekkert ósakjönd úrslit með leikin. Þeir voru klókar halda bolta heldur en við og við vorum kannski, ég veit ekki hvort að spennumstíði sé að átt en það vantar herslumunni hjá okkur að ná allan að jöfnunarmarkinu inn en við verum bara láta allt gerast í Bítlabæn. Við byrjum miklu betur í þessum leik. Já, í sammáli byrjum fínt og fengum góð upplöf hérna, sérstaklega enda upp vinstri fængin en svo þeir sérstætt fundið einhver ráð til að losa það eða við vorum ekki eins duglegir að sækja það sem þeir voru veikasti fyrir og móti kom að þeir kannski náðu að nýta sína sterkustu menn í hafaboltan meira heldur en við vildum og þeir eru flinkir og voru búið sér til pláss og náðu svona nokkurn veginn tökum á miðunni þannig að við reyðum ekki nóg vel við að leysa það þannig að þetta var svolítið erfitt og svolítið eltingaleikur en ég sakka ekki leikmennum hafa ekki gert það sem við höfum lagt þetta var bara við ofureflega í dag þegar upp í staði fótboltalega sé. Þessi kannski vafaatriði sem við sáum sem Ingi Freyr tekinn í fyrrahálfleik og svo þegar Sveinn Elías var tekinn síðusti maður. Hafði þetta áhrif á liðið? Ég sem sko áhrif á liðið en þetta alltaf áhrif á leik. Ákvarðanir eru eins og þær eru og ég meina, maður veit aldrei hvað gerist ef ákvarðin hefur önnur og hann hefur sett eitt rautt spjald upp eitthvað og við erum á að skora. Það veit enginn en auðvitað alltaf fúlt og hitt í mönnum og vilja fá ýmislegt fyrir sín snúð en dómarinn ræður svo ég held að hann hafi heilt í dæmt bara ágætlega í dag. En við getum náttúrulega tekið það svona eftir þessa umferð að KR er náttúrulega orðið Íslandsmeistari og við erum í Evrópudeildinni á næsta ári. Já, meina til hamingju KR-ingar en það er ekki alveg hægt að óska okkur til hamingju með sísoni alveg þó að við séum klárlega konir í þá Evrópukeppni sem er bara frábært en það var svona aðeins til hliðar við þurfum fyrst að klára okkar mál hérna í deildina og við sleppum okkur að fögnu yfir því. Takk hérlega.